Ég sem sagt með verkefni úr innunni sem er merkt hérna tímadæmi 13 undir tímadæmi hérna, undir efni. Og þá er ég með Greg, Rás og ég ætla að sýna sem sagt að við ætlum að merkin á graf þegar að stýripúlsinn kemur við 7,5 millisekúndur. Ef við umreiknum það við í gráður þá er það 7,5 sinnum 360 gráður sem sagt deilt með 20 millisekúndum og þá kemur stýripúlsinn við 135 gráður. Þess að við erum þá með 135 gráðu opnunar horn, svo kallað. Og þá hérna skulum við skella þessu inn í grafið og þá er stýripúlsinn kemur hérna við 7,5 millisekúndur frá núlinu hérna og já, hérna eru sýndar gráður, hérna voru sýndar, já þið fenguð blað þar sem sýndar millisekúndur. 5 millisekúndur, 10, 15, 20, þannig að 7,5 það er alltaf þá frá núli, frá næsta núli, frá 10 þá kemur aftur 0 og svo aftur 7,5 millisekúndur. Seinna þá kemur annar púls á neikvæða reiðhelmingnum og svo aftur endurtekur það sig eftir 7,5 millisekúndur á jákvæða og svo koll. Og þá sjáum við næst yfir álagið. Þá kemur hérna stýripúlsinn og opnar fyrir spennu inn á álagið, þannig þá fáum við þennan hluta af reiðbylgjunni inn á álagið. Og svo aftur neikvæða, þá fáum við þennan hluta af reiðbylgjunni inn á álagið. Og svo aftur jákvæða hér og svo neikvæða hér. Og þið risið þetta upp. Það er merkt hérna sem sagt pera. Þess vegna set ég spennu sem tilheyrir perunni hér. Og þannig að stýripúlsinn getur líka verið bara þess vegna eitt stutt strik hérna en ég er bara svona að sýna þetta hann hérna svona aflíðandi hérna til að gera nógu greinilegan. Og síðan er síðasta sem við tekum inn á í sambandi við þetta það er sá sem sagt þegar að spennan byggist upp yfir dríekkinn fram að því að við fáum stýripúlsinn. Þá er það sem að vantar á bylgjuna, það fellur yfir dríekkinn. Sem sagt spennan byggist upp fyrst þegar það fær stýripúls við 7,5 millisekúndur og dettur þá í svona næstu því í 0 volt. Svo byrjar spennan aftur að byggjast upp í neikvæða átt og þar byrjum við að telja frá 0 sem sagt 7,5 millisekúndur og eftir 7,5 millisekúndur hérna þá fær hann púls og þá fellur spennan aftur hérna úr neikvæða gildi niður í næstu því 0 volt spennu. Og nættur hún kannski verið að teikna það að setja fyrir neðanstrikið, það er rauninni spennan þá. Það er lítil mínuspenna hérna, þar til að spenna fyrir núlpunktinn aftur, þá byggist spenna aftur upp yfir trékinn og við býðum í 7,5 millisekúndur frá núlinu, fáum aftur stýripúls og þá dettur hann niður í næstu því 0 volt en við getum skoðað það svona á einhverju formúlublaði hvað er reiknað með að spennan verði yfir leiðandi tríak. Það er einhver mjög lág spenna. Og síðan síðast þá hérna fyrir við aftur neikvætt hérna og eftir 7,5 millisekúndur frá núli þá fáum við aftur púls og við fáum hérna spennuna yfir trækinn í 0 og þá byggist upp restin af spennunu fellur yfir peruna. Svona gerist þetta. Og ég ætla að leyfa ykkur að hafa
smá tíma til að klára að teikna þetta upp. Sem sagt, við höfum verið að nota rásina með 2 tímastöðlum yfirleitt. Það hefur kannski verið sýnd rás með 1 tímastöðli kannski í þessu verkefni. En við gerum alltaf ráð fyrir að vera með 2 tímastöðla og það þýðir að þá er rásinn stöðugri. Það verður þá síður flökt á perunni og sem sagt, sérstaklega gæti það gerst ef að við erum með mjög langan, eða sem sagt þegar að opnunarhornið er mjög stórt eða við erum að bíða dálítið lengi eftir að stýripúlsinn komi. Það er helstu þær aðstæður sem að geti orðið eitthvað sem sagt óstöðuleiki á stýringunni. Þannig að við erum með sem sagt þá 2 þétta til að hlaða upp fyrir framan díakinn og díak er sem sagt íhlutur sem að hleypir í gegnum sig við ákveðna spennu, til dæmis við 30 volt getum sagt dæmi og þá hleypir hann sem sagt stýripúlsi inn á stýriskautið á træeknum. Þetta gerist bæði jákvæða hluta af reiðbygginu og neikvæða og við höfum að fá opnunarhornið á sama tíma alltaf, hvort sem við erum með neikvætt eða jákvætt reið. Nú, ef við höldum áfram, látum ég vita ef ég er ekki búinn að vera nógu lengi á þessu. Þá skoðum við þessa rás hér. Hér er inni bara 1 tímastuðull en hér erum við að spekulera í stýripúlsinn sem komi við 30 gráður og við ætlum að vera með spenna inn, spenna yfir peruna, yfir trækinn og yfir stýriskautið, sem sagt U-gate. Og þá fáum við svona og 30 gráður samsvara sem sagt við erum með þetta skipt eiginlega 30 gráður, 30, 60, 90. Það við sjáum það, þetta er hvert bil er 30 gráður. Þannig ef við kemur 30 gráður þá er það hér bara fyrsta lóðrétta línan og sem sagt þá við stýripúlsinn við 30 gráðurnar og þá kemur við jákvæða fyrst, svo við neikvæða, þá kemur stýripúlsinn hér við fyrstu lóðréttu línu eftir að spenna fyrir í gegnum núllpunktinn í neikvæða átt og síðan bara aftur endurtekur þetta sig. Hér í rauninni átti að vera bein lína bara í núllinu og síðan kemur stýripúlsinn eftir 30 gráður hér og síðast við fyrstu lóðréttu línu eftir núllpunktinn í neikvæða hlutanum og þá kemur hann niður á því. Og þá fáum við náttúrulega miklu meira ljós á peruna því að allan tíman hérna frá hingað ættum við að fá spennu á peru, spennu álag og svo aftur hér neikvæða hlutann. Við missum í rauninni bara fyrstu 30 gráðurnar í burtu af spenni. Þannig að þá teiknum við næst mynd yfir álagið eða yfir peruna og svo sjáum við hvernig spennan byggist upp yfir tríakinn. Þá byrjar sem sagt
í núlli hérna við peruna, svo kemur stökk upp í ákveðna spennu og svo er það allur ferlinn niður í 0. Svo stekkur það hérna eftir fyrstu 30 gráðar bara niður í ákveðna spennu og síðan restina af ferlinum, þannig að síðan endurtekur þetta sig. Og það sem vantar upp á sínusbylgjuna í efri myndinni, það er það sem fellur yfir tregekinn. Spennan byrjar að myndast yfir tregekinn, þar til við fáum stýripúls, á dettur spennan niður í 0 og síðan bíðum við þar til að spennan byrjar að byggjast upp í neikvæð átt, þá byggist hún fyrst yfir tregekinn, svo fer hún aftur í 0,0 spennu og svo endurtekur þetta sig aftur hérna. Þá er ég að leyfa ykkur að klára þessa mynd. Nú, við vorum að sjá náttúrulega í rafvagnarnetinu, þá var treg sem vann alveg öfugt, hann gaf gegnum sig eins fljótt eins og hann gat yfir álagið og síðan slökkt hann á spennu. En við förum ekki í þannig dæmi í prófi, þetta er bara áttum við okkur á hvað er hvað í þessu og förum eftir þessari stýrirás sem tengdum upp sem sagt í fyrri hluta æfingarinnar. Og síðan eru til rásir þar sem við erum með 2 týristara í öfugri hluttengingu, þar sem við erum að kveikja á sittvorn týrstóðum, sem sagt annar týrstóðurinn leiðir þá þegar jákvæði hlutin í gangi og hinn týrstóðurinn leiðir í neikvæða hlutan. Þetta er hægt líka að hagnýta sér í þegar við erum með svokallað solid state relay og þá erum við ekki að stjórna þessu á einhverju tíma eða opnunarhorni eða slíku, því að ekki í svokölluðri fasastýringu. Þetta er kölluð fasastýring, þessi aðferð hérna. Það er að kveikja á tregnum á ákveðnum tíma, heldur þá er verið að tala um 0-punktsstýringu. Þá er reynt að kveikja sem næst núlinu og síðan er bara slökkt. Þá er í einhverjum tilfellum var allavega til í mjúkræsi sem að ég veit og við erum með að mjúkræsi getur sem sagt hann getur slökkt á rásum sem sagt þannig að það verði í núllinu, þannig að skapist sem minnst sem sagt truflun á neti. En ef við segjum að þið séu búnir að teikna þetta upp, þá ætlum ég að fara yfir í næsta hluta sem er þá svokallaður ég tek það síðast þá. Það er svokölluð 0-punktsstýring sko. En bíðum aðeins með hana, en förum þá í hlutverk aðeins í stýrirásuna sjálfa. Hlutverk DX-ins í stýrirásum með Triac.
og spurningum að þið fáið þetta hérna. Sjáum við þetta og díekinn, við lítum hana hérna er díekurinn, hann er rauninni að opna fyrir púlsinn inn á stýriskautið, þannig að trekkinn fái reglulega stýripúls á réttum tíma í reiðbylgjunni, bæði jákvæðan og neikvæðan. Hann leiðir, köllum að hann brotnar niður við ákveðna spennu. Hann brotnar þá í báðar áttir. Þetta er reiðspennu íhlutur, þannig að hann virkar bæði við ákveðna jákvæða spennu vinstra megin eins með spennan umbólast yfir hann. Ég fær jákvæða spenna hægri megin, þá brotnar hann líka niður. Þannig að hann gefur bæði jákvæðan púls og neikvæðan púls, stýripúlsinn á treginu. Og þannig að við erum að tala þennan díak og þá getum við sagt hérna að díakurinn hann hindrar að spenna þéttisins komist strax inn á stýriskaut tréaksins fyrir en að spennan yfir þéttin hefur náð gegnumbrotsspennu díaksins, sem gæti verið sirka 30 volt. Og svo náttúrulega fer hleðslutíminn eftir stillingu á stillimótstöðinni sem þarna uppi. En við tölum þá þennan hleðslutíma þéttisins að sé sá tími sem að tekur þéttin að ná gegnumbrotssspennunni og þannig að ræðst að stillimótstöðinni RVF1. Það getur sagt að díakinn, hann hefur það hlutverk að gefa stýripúls inn á stýriskaut tréaksins, bæði við neikvæðan og jákvæðan hluta reiðspennunnar. Og leið og spennan inn vex frá 0 þá byrjar þéttirinn síðan að hlaðast upp. Og leið og hann nær gegnumbrotsspennu díaksins verður díakurinn leiðandi, þéttirinn afhleðst þá í gegnum hann og stýriskaut tréaksins. Það myndar sem sagt stýristraumur eða spenna sem kveikir á tréaknum eða hann opnar. Við köllum sem sagt þennan stýristraum oftast stýripúls. Og þið hérna náið þá kannski að taka printscreena þessu eða snipping tool mynd eða eitthvað slíkt. Allavega þá fer þetta inn á upptökuna, þannig að þið getið skoðað þetta og reynt að útbúa eitthvað svar við þessu eða hlutverk díaksins. En ég gæti líka að láta mig vita ef ég má halda áfram með þetta. Því að í rauninni næst þá er bara að þið rissið upp eða náið í mynd frá annaðhvort frá netinu eða úr bókinni af stýrirásinni fyrir trékinn og þá erum við að tala kannski rás með góðan stöðuleika eða sem sagt með 2 tímastöðla, þess að 2 þétta. Ég ætla þá bara að fara yfir í B-liðinn og þið getið alltaf kíkt á þetta aftur á upptökunni. Og hér fáum við mynd af stýrirásinni og kraftrásinni, sem sagt þetta skiptist náttúrulega þannig að kraftrásin er náttúrulega álagið
og öll línan hérna utanverðu í gegnum trækinn og hérna út í núlið. Stýrirásin svo aftur erfafeinn öryggisviðnám hérna R1 og téttarnir R2 í seinni tímastöðlunum á móti C2 og díakurinn. Þannig að þetta þá stýrirásin, restin af rásinni hérna. Og þannig að þetta náttúrulega til á í hérna rafeindatækni seinni hluta í þeirri bók og það líklega 7. kaflinn, ef ég man rétt. Þar sem við getum fengið þessa rás. Nú, það hérna þarf að laga þessar einingar hérna. Þetta á að vera omega, það sem stendur hér og þetta fluttist yfir með Canvas-forriti úr Makka yfir í PC og þannig brengluðust þessi tákn hérna. Þannig að omega skilaði sér ekki alla leið. En það líka möguleiki fyrir ykkur að teikna þessa myndu og meðan þið teiknið hann upp þá var ég að hugsa að taka að laga aðeins einingarnar í henni. Teikna hann hér og þá inn í Paint-forritið. Svo hvort ég næ ekki hérna þessu ég fæ hérna ég þarf að hérna þessi hérna þá fáum við hérna omega-merkið. Það vantar allavega þessa 3 staði hérna. Já, ég ætla að taka út þetta fyrst. Já, þá ætla ég að koma þessum einingum fyrir þetta stað.
svolítið smá en þetta ætti að sleppa þér svona. Svona. Já, þá ætti ég að vera búinn að leiðrétta þetta og þá tek ég alla myndina og færi hana hérna tilbaka. Já, já, býtum við, það er svo erfitt að húsið hérna, já, jú, ég kom með hérna. Þá er komið hérna í mynd. Svolítið stór, en svona. Já. Þá eru þið búin að reisa upp þessa mynd og þá ætlum við að fara í næsta atriði. Það er sem sagt, já, áður við skiljum alveg við þessa mynd, þá ætlum ég aðeins að renna yfir hvað er merkilegt við þessa mynd. Það er sem sagt að þessi hluti hérna, við erum með þessa 2 tímastuðla hérna og ef við fyrir aðeins yfir það, þá er það svona að sjá, hvað er ég með hérna, já. Ok, þá er svona þessi hluti hérna, þéttirinn og við náum hérna pasta og stillimótstaðan, þetta er sem sagt 1 tímastuðull og það er háð stillingunni hérna, hvað þéttirinn hérna sé er lengi hraðastu og síðan hinn tímastuðullinn er rauninni með þessu hérna, er á heinum, eða nú er þetta svolítið mikið, ég ætla að fá hérna annan lit, já, fá hérna annað hérna, að hinn tímastuðullinn er sem sagt á þetta allt saman og þéttirinn sé 2, 5,6 kg mótstaðan. Það er sem sagt, má segja að það sé seinni tímastuðullinn, sem sagt það er allt þetta viðnám hérna. Það er af því að sá þéttirinn hann hleðst upp í gegnum erfðafeitnarreit og R2 sko. Það er það sem að þarf að fara uppleysinstraumurinn í gegnum allt þetta hérna. Inn á hann hérna. Og þannig að þetta gefur okkur meiri stöðugleika, þessi 2 tímastuðlar á rásinni, þannig að við fáum minna flökt á peruna, sérstaklega þegar er dauft ljós á perunni. Og hérna þá er tiltölulega nákvæm sem sagt stýringin þannig að hún fái stýripúlsinn við nákvæmlega sama tíma alltaf reglulega í jákvæða hlutanum og líka í neikvæða hlutanum. Það hefur þau áhrif þannig. Svo hérna og ég var búinn að minnast á hvað væri þá litið á sem stýrrás annars vegar og kraftrás hins vegar. Sem sagt að kraftrásin
rauninni þessi hluti hérna gegnum álagið, gegnum trekkin og hérna út. Stýrirásin hins vegar allir hinir íhlutirnir sem innan við þetta hérna. C1, C2, D-kurinn og stillimótstaðan RF1 og svona þessi öryggismótstaða hérna R2 og R1 öryggismótstaða og R2 sem svona hluti af seinni tímastuðli rásunar. Og það sem sagt stýrirásin innan þessa græna. Stýrirás og kraftrás. Ljómandi, þá förum við í síðasta leiðin. Og það hérna varandi fasastýringu annars vegar og núlpúlsstýringu. Og fasastýring það sem við höfum verið að tala þar sem við höfum ljósastillir á sem gefur álaginu mismikið virkt gildi af riðspennu sem fer eftir stillingu á stillimótstöðunni RF1. Og við höfum klippta riðspennu vegna þess að við erum með trek sem leiðir í báðar áttir og getum þannig stjórna straum í rás með álagi, til dæmis með ljósaperu eða einhvers konar hitaldi líka. Getum hitastýrt ákveðnum vökva eða ákveðnum hlut eða stað og með því að stjórna straumnum í gegnum hana með treg. Og ef við erum með svona þegar við erum með svona riðstraumsrás. Og eins svona trek notaður, eða svona rás með díak og tríak notað þegar við erum með svona hefðbundnar stórar höggborvélar sem stjórna hraðanum á alstraumsmótor og verður þetta straumur í gegnum snúðrásina. Í staðinn fyrir álagi þá getur verið snúðrás. Og það fer það líka í gegnum raðtengdu á alstraumsmótorinn þá segulvæfið það raðtengt við snúðrásina þannig að við fáum þá hraðastýringu með svona rás í gegnum mótorinn, alstraumsmótorinn. Getum við með þannig hraðastýringu við til dæmis líka ryksugur fyrir utan þessar borvélar og síðan náttúrulega líka þá hafa verið svona rási líka við alstraumsmótor í þvottavélum. En þar náttúrulega á móti að koma fram önnur tækni sem þá erum við í rauninni með hraðastýringu og þriggjafasamótora. En þá ekki svona íhlutir notaðir í það. En munurinn á fasastýringu og núllpunktstýringu. Að núllpunktstýring það rauninni bara af á stýring á móti þessari fasastýringu. Fasastýringin sem sagt þegar við erum að kveikja á ákveðnum stað í riðbylgjunni og sem sagt fáum ákveðin hluta af spennunni þannig yfir. En í hinu tilfellinu þegar við erum með núllpunktstýringu þá erum við í rauninni að kveikja mjög sjaldan og slökkva sem sagt mjög sjaldan. Það bara við erum að setja inn kannski eitthvað opnakerfi sem það inni í langan tíma og svo slökkvum við. Þannig að við erum ekkert ofta að kveikja og slökkva á svoleiðis svona síður og við erum ekki að fá þannig sem sagt hlut af riðbylgjunni eða neitt þannig með núllpunktstýringunni. Þar eru við bara annað að kveikja eða slökkva sem sagt. Og sem sagt hérna sjáum við fasastýringu en núllpunktstýringin hérna bara hreinlega. Að
Það sem sagt, ef það slökkt á álaginu, þá öll spennan yfir træðekinn. Og hins vegar ef það kveikt á álaginu, þá nánast engin spenna yfir træðekinn, heldur öll spennan yfir álagið. Eða þetta kannski í þessu tilfelli peru, við peru hérna. Þannig að þar reynt að kveikja sem næst núllinu. Það kölluð zero voltage switch sem notað í það og það getur verið svona græja sem að þetta svona solid state relay sem að kveikir sem næst núllpunktinum og svo myndi að taka líka út þegar sem næst núllpunktinum. Þegar við slökkum þá fellur spennan bara í núll og hættir að leiða þar. Þér í rauninni verið að sýna hvernig verið hægt að tengja það með þess að hér stýringin inn og þetta í rauninni hluti af rofanum eða sem sagt hér sýndir tveir týristórar í öfri hluttengingu. Það gæti verið þannig rás líka þessuna. Það sé ekki beinlínis træðekinn í þessu, heldur tveir týristórar. Og hérna álagið sem sagt þá tengist það hérna load sem sagt við spennugjáfann, hérna AC spennugjafi og hérna fáum við tengingu þá í gegnum inn á álagið frá sittgóðum pólnum á spennugjáfanum. Og þeir núllið hjá og svo fáum við fasan hugsanlega þá í gegnum hérna træðekinn eða tvo týristóra. Og inngangurinn hann fær annarkvort reiðspennustýringu hérna inn, en hann geti líka fengið merki með jafnspennu til þess að opna. Við sjáum það hérna að það væri hægt að setja DC plus og mínus inn á það til þess að láta hann opna. Þá lýsir þessi ljósdíóða inn í þessu ljóstengi á ljósnæðarflöt á træðekk og hann gefur samband þá inn á rásina til þess að opna fyrir. Og hér inni væri þá væntanlega þá líka zero voltage switch sem opnar sem næst núllpunktinum. Og hér inni bara sama ef við værum með AC inn á, þá bara AC strömi hérna og síðan værum við þá með strömi gegnum ljósdíóðu inn á ljósnæman flöt á træðekk inn í ljóstengi og það opnar það fyrir báða týristórana eða opna fyrir træðekkinn ef það bara einn træðekk í staðinn fyrir tvo týristóra og þá hérna bara álagið í gangi í ákveðinn tíma og svo þegar spenna fyrir næst í núll þegar að stýringin fær ekki lengur merki að vera á þá ætti spenna að fara bara í gegnum næsta núllpunkt, þá ættum við að fá álagið út í núllið, þannig að það verði sem minnst sem sagt truflun þegar að spennan fer af. Þannig að þetta bæði að losna við neistamyndun þegar að við erum með svona stýringu og neista í rými þar sem getur sprengihætta á ferðinni og þá hjálpar þetta til við að loka af þannig að svona rofan, þannig að hann bara rauninni hálflegari svo að við fáum engan neista á snertu eða neitt svoleiðis. Svo að þá getum við haft svona hluta í rými þar sem er einhver sprengihætta hugsanlega.
þannig að það er raunin það bara annarkvæmt bara öll spennan á álaginu eða þegar við tökum stýringuna af innganginum þá bara hættir spennan og fer öll spennan yfir træðekinn eða yfir þann íhlut sem við erum með í rásinni. Þannig að þetta er svona meira af á stýring en fasastýringin með dimmernum. Það er rauninni, þar erum við að klippa á rauðbyggina og hérna geta myndast truflanir sem við þurfum að eyða í burtu með spólum og þéttum. En við förum kannski ekki mikið í truflana mál hérna í þessum áfanga. Það er engar rásir hérna til þess að taka út truflanir hérna í þessu. Og eins og erum við ekki að fjalla þegar álag sem veldur fasviki, við erum heldur ekki að taka það, sleppum því öllu saman. Þannig að það er bara fasastýringin sem sagt með dimmernum og síðan bara núllpunktstýring sem er í rauninni bara af á stýring. Þannig að þá erum við eiginlega búin að fara í gegnum efnið í þessu tímadæmi. Og þá er ég að hugsa kannski bara að fyrir tíman á morgun þá ætlum ég bara að fara í efni fyrir próf þá og því að þá geta fleiri verið með okkur þeir sem voru í árekstri. Þeir eru þá komnir aftur inn í hópinn og þá verður það bara síðasti tími fyrir lokapróf, svona upprifjunartími fyrir lokaprófið. Fáum við æfingar? Ég ætla bara að sjá hvort ég get fundið eitthvað nýtt æfingapróf fyrir lokaprófið. Þannig að þá myndum við fara yfir það á morgun.